Ég myndi segja að danskan sé bara hreinlega lykillarð Norðurlöndum. Ég er bara, mjög þakklátt að ég fór í þetta nám. Það bara gjörbylti í rauninni sýninu minni á dönsku sem var góð til að byrja með. En ég sé dönsku og Danmörku á allt annan hátt. Til okkar í dönsku við Háskóli Íslands koma fólk sem ætla að undirbúa sig við að fara í nám á Norðurlöndunum. Þannig að þau vilja bæta sig verulega í dönsku og efla þekkingu samfélagið og menninguna. Og það er þetta tilvalið ef maður vill fara kannski í annan nám, þá bara tekur maður 1 ár hjá okkur og þá er maður tilbúinn og maður getur þá farið til hinna skandinavísku landa líka. Ég var nýkominn úr lýðháskóla í Danmörku. Það sem var svolítið gaman, eignaðist maður eitthvað góða vini og mér finnst líka mjög gaman hvað tókst vel að byrja að tala dönsku úti og skilja og mér langaði hugmyndin var líka bara að halda við. Svo kemur auðvitað fólk sem að vill verða kennarar, að bæði á grunnskólastigi og á framhaldsskólastigi. Kennararnir eru æðislegir og þeir eru mjög sveigjanlegir og þeir eru til að gera nánast allt fyrir mann. Þeir gefa manni bara Danmörku í æð. Danska menningu, dansk tungumál, danska sögu, danska bókmenntafræði. Mér finnst svona mjög gaman og sérstakt hér í dönskunni þetta að við erum ekki of margir nemendur og þess vegna höfum við kennara líka tíma fyrir hver einstakling og það þýðir líka að við getum svona lagað kennsluna að þörfum nemenda. Við erum með frekar mikinn svona sveinleikar sem er líka mjög gott. Það sem mér finnst rosa gott í dönskunni var að það var dálítið svona ögrandi bara hugmyndafræðilegar umræður í tímum. Við vorum ofta að ræða alls konar óþægileg mál sem ég hef kannski gert mér hugleitt að við myndum vera að takast á Fyrir mig svona bókmennta heimarinn mjög spennandi og það er alls konar svona spennandi að gera þar. Ég get einhvern veginn átt samræður við Dani á allt annan hátt heldur en ég gat fyrir námið. Það er svona mikið innihaldsríkara samtal. Og hvað hefur að segja hitt og þetta en ekki á þínu einn móðmáli? Það er rosalega hollt að vera að æfa sig í því. Ég væri rosa til í að vinna við einhvers konar menningarmiðlun eða menningarstörf. Hvort sem það er á vegum sendiráðsins eða einhvers staðar í Danmörku eða jafnvel á Íslandi. Maður getur farið í ferðabransan þess vegna. Það er mikið þörf fyrir dönsku kunnáttu þar. Að læra tungumál, það svona opnar heiminn og stækka heilan, en það á líka að vera skemmtilegt. Og við skemmtum okkar alltaf hér. Det er hyggeligt at studere dansk.